Komið sæl og velkomin, við erum stættir hérna á Blönduósi þar sem Íslandsmótið í skák fer fram, 100 ára afmælismót og það voru hvað, 2 umferðir hjá okkur í dag? Já, langur dag, 2 umferðir og það byrja snemmi morgun, klukkan 10, önnur umferð og við tölum það í gær að viðreglunar færa aðeins að jafnast í dag og við fengum marga skemmtilega skákir. Já, við ætlum að byrja að skoða nokkra valda skákir og augnablik úr annar umferð. Þá við færum okkur í þriðju umferðina og byrjum bara á Vigni Vatnar. Hann teldi á efsta borði og ég ræðist af því að stigasti skákmaður mótsins, Ívar Sokolov, hann ákvað að taka sér frí í fyrri umferðinni. Já. Það er krefjandi að tefla 2 á dag og hann er svona reyndur skákmaður, komið til ára sinna en treystir sér ekki alveg í 2 á dag, þannig hann tók frí í fyrri skákinni. Já, hann viðurkennir það að hent honum betur að forðast að tefla 2 skákir í dag, þannig að hann þarf þarlegandi að leggja meiri kraft í þær skákir sem hann teflir. Algjörlega, gerði sér grein fyrir því og en kíkjum á hvað gerist á Vigni og við grípum hérna niður í tablið. Vigni hefur svart hérna á móti Gergelu Peitsevu sem er búlgörs landsliðskona, fítimestari, þannig að hún er náð 2 og 3, sterkur skákmaður. Mjög sterk skákuna og eina af þessum erlendu gestum hér á mótinu og já, ég heldur getum verið samlega það að Vignir hefur að minnstakosti jafna tabli eftir byrjunina. Já. Og á núna svona ákveðna möguleika á drottningaveginum. Já, hérna fannst mér, ég valdi þessu stöðu svona og við saman að þegar okkur fannst svona tabli byrja að snúast Vigni svolítið við hérna, við fína stöðu en hérna tóku, línuna fóru svolítið að skýrast. Hann leikir með reyndar C4 sem er óþægilegur að því leyti, hann situr á biskup hérna, hann hefur auga með þessu reyt hérna, gaffall. Þetta enda þannig að Peitseva tók á C4 og það kom D-dubli C4. Já, og nú er Vigni komið með hennan frelsing á C-línunni sem reynist hvítum í framhaldinu ansi erfið. Já, og það sem mér finnst líka áhugavert og má kannski benda á einn af styrkleikum Vignis síðustu misserin er að tefla svolítið upp á tíma líka. Hann er með en hálftíma forskot á klukkunni hér og staðan og það er ekki orðin dálítið erfið fyrir hvítan, þannig að yfirbörnir er rauninni meiri heldur en staðan sýnir. Já, hún byrjar á valda þetta peð hérna A4, þetta peð og róni hérna C3 peði fyrir áfram fókus C4 Frípeð mátti að íta eins og maður sagði. Já, hann situr á rittarann og nú getur hann nýtt peðinu C2. Já, þetta er mjög óþægilegt. Þannig að þetta er, eins og ég sagði einhvers staðar á netinu, þetta er svona frelsiki sem að þarnast sífelldar ummunnar hjá hvítum, hann getur aldrei svona lítið af drottningavagnum og þetta svona svolítið litaði framhaldið af skákinni. Biskup A3, Vigni 2-faldaði hérna og hér þá tekur hún á D6 en við sjáum að peðið bara virkilega er valdað og það sem gerðist í rauninni framhaldinu er að Vigni svona ítti rittarann tilbaka og fór svo bara að safna peðum. Já, hann er rauninni bara eigur í með sitt. Við tökum eftir að báðir hvítur hrókarnir algjörlega bundnir. Já. Passífir hérna á fyrstu reytaröðinni geta aldrei fært sér rauninni almennilega út af þessu peði. Þannig að svartur er bara að tefla með 2 hróku drottningu í rauninni múti drottningu og rittara Það þungum menni vinna verið sama hvítur getur ekki til með þess að valda þetta peð. Við erum frá D4 vinnur þetta peð og í kjölfæri þá er A-peð veikt þannig að staða svona bara smátt og smátt þreinur og Vigni bara tekur sér bara góðan tíma, hann ekkert að fylta sér tekur A4 peði. Já, þetta er mjög samfærandi úrvinnslega. Smátt og smátt að þá er hann bara hérna orðin 2 peði niður og heldur þessu C-peði. Já. Þannig að þetta var ekki mikið lengri skák. Eftir fyrstur B5 N1 peði í hafið og Peitseva hún gafst upp. Já. Það er virkilega fín skák í Vigni. Já. Við erum bara að vera í þokkalegu standi. Já, samanlega því. Nú svo var athyglisverðið á þriðja borði. Já. Það sem áttust við Hannes Lívar Stefansson sem er allavega 13-faldur Íslandsmeistari ef maður rétt og Lenko Potasnikova sem að hefur unnið 13 ef ekki 14 sinnum kvennaflokki. Þau hafa þau eru bara búin að vinna svo oft að það missi bara töluna. Það missi töluna og Hannes alltaf tók tímabil þar sem hann vann bara ár eftir ár og spurning hvort hann vinna aftur núna en mér finnst kannski áhugavert að nefna fyrir áhörendur að í þessar stöðu eftir byrjunina þá velur Lenka ekki nákvæmustu leikina
Hún leikur hérna eftir drottning G3, leikur hún D6. Já, veit ekki hvort að það sé, já, svona hvort sé það að hún þekki ekki byrjunum á vel eða hvort hún sé hrædd við það sem andstæðingurinn að gera. Við sjáum reyndar að Hannes að tefla þetta mjög hratt í byrjunni. Hann hefur verið vafalaust vel undirbúinn. Já. Þetta hefur verið telt áður en skorið mjög gott fyrir hvítan í þessu stöðu. Og vandinn Svörtum að Svartur nú þegar búinn að hreyfa riddarinn sem stendur á F5 tvisvar á C6 F5. Og eftir F4 er hvítan núna þá fer riddarinn yfir á G4. Já. Það sem á síðan eftir að enda þriðja tilfærslan á riddarinnum og hérna í kjölfarið Hannes hörðum biskupinn, góður biskup, riddarinn fyrir H6. Já. Þetta er á mikil tími fyrir einn riddara og ég held að Lenka veit alveg betur. Já. Ég held hún hafi svolítið lent svona bara í þessu út af einhverju hræðslu við að Hannes hafi verið með eitthvað tilbúið. Ég held þessi alveg hárrétt. Hérna nú bara lent í stöðu sem er bara erfitt að snúa við í rauninni. Já, þessi riddara, sérstaklega þessi stendur ekki vel og Svartur svolítið eftir lýskipar. Hvítur bara hróka, það er allt komið út og hérna leikur hann biskup F3 og svo strax í kjölfarið þetta drápa hérna ekki biskup H2. Sniðalegur í Hannesi. Já, nú tengja hrókana og allt komið út hjá hann. Já. Virkimenn. Meðan Svartur, biskuparinn ennþá í borði og eftir að hróka og refsingin, hún er raun fylgir hérna, rittar ekki með D5, góður rittur og svo kemur hérna stunga. Já, kraftmikill leikur í Hannesi. Já, gaman að sjá þetta. Hannes, hann reyndi að telti að fýta hans krafti í dag. Já, hann gerði það. Og kannski verður bara aðteklisvægt að sjá hvort það sé einhverjum svona Íslandsmóts ham, hvort hann svona sjáum bara rautt á þessum Íslandsmótum bara og bara æði gennum menn. Já. Það er eitthvað við mótin, hann er búin að vinna 13 sinnum. Við sjáum hérna ef að Lenka drepur hún að riddara á þessu. Sem dæmi, hún drap ekki en hún tæki, þá kemur alltaf drap hér. Já, og það eiginlega hrýnir oft í kjölfarið. Já, það er ýmsa leiðir, við tekið dæmi hérna. Einmitt. Þú bentur á dæmis hér, ekkert að bera fyrir, kóngurinn berskjaldaður, hvítur bara kemur mönnum í spilið og riddari auknum á F7. Já, við tekið riddara og það er alltaf að koma. Þannig að þetta er unnið að hvíta. Já, hún reyndi biskup D6. Svona aðeins að koma mönnum út en það er einfalda bara orðið og seint. Já. Sjáum hérna ótrúlega mátótið hérna í rauninni á D8. Já. Í miðtafli. Þetta er ekki V6. Og þetta er svona, var að svipa. Hannes telti þetta krafti hérna. Nú er hann bara að taka F7. Lenka tóka H5. Hrókur F1 og í F7. Og sjáum Svartu mennir eru allir svona búin að bakka vinningi verið saman. Já, það er eitthvað málið. Ef maður telur bara liðsmunnin, ég menn Svartur með 4 létta venjurinn á borðinu, þá ætti Svartur að vera með nóg en það er eitthvað málið. Svartur menn standa svo illa það er engin vörn í boði. Í rauninni ættu 3 léttir menn, þessi 3 gegn 2 hrókum að vera nóg. Ætti að vera ofta vel betra fyrir léttir mennina en hérna staðan er bara þá opinn, Svartu menni vinni ekki saman, kóngurinn er veikur, hrókur til F7 og hérna kom svona skemmtilega lokan ykkur Hannesi, drapa D4 og D6 og Lenka gafst upp þar sem að hún tekur hérna og kemur náttúrulega bara hrókur F6 og vinnur drókninguna. Já, og já, bara virkilega fín skák í Hannesi. Já, mér samfætti sigur hann. En mér fannst svona skák umferðarinnar, það var Stefán Steingrímur Bergsson og Björn Þorfinnsson. Já. Og kannski svona, áður við kíkjum á hana, við ekki bara heyra hvað þau að segja skákina. Gerum það. Björn og Stefán eftir skemmtilega skák, fyrstu viðbrögð og svona, hvað haldið það hafi verið að gerast? Ég bara grísa, ég held að ég hljóta að vera komið betra þegar leikur þarna drottning B2 en bara drottning G4 var svo tröllheimskur leikur. Ég held ég fá aðeins betur eftir byrjunina, sem gaf ég aðeins eftir og síðan fæ ég mikil færi bara rosa flókið og lítill tími. Björn er brellinn og bröðóttur og góður í svona stöðum og má ekki klikka. Fór ekki tíminn svolítið með Jó, maður verður að vera með tíma í svona stöðu og móti betri anstæðingi. Það verður maður með eitthvað tíma á björnum, þó maður hefði hugsaðlega verið með hlutlegt unnið einhvers staðar. Já, ég get upplýst það. Þú varst að tefla mjög vel í miðteflinu og kom með svona betri tölunum, en þetta var svona eins og ég sagði á umræðahópum svona óræð staða svolítið, þannig að ég sagði öll úrslit væri möguleg. Og kannski Björn, hvernig fannst þér þú ná að snúa þessu svona þér í hag? Það var bara tíminn það var bara steppið að ómarga möguleika og þurfti að meta þetta þarna
Það er útægilegt að hann dreipið með HP á G5 og hérna drottning H7 og... Já, það er sinnum mér, kongur minn og opil. En kannski nærðu einhvern veginn að hanga alveg á því út náttúrulega 2 PM yfir, sko. En það er mjög óþægilegt tímarækir. En þetta hefur mögulega hafið þú, Stefán, mist af biskup D5 hjá Birni? Já, ég misti af biskup D5 alltaf. Á svona smá stunga sem að svona fljótlega eftir það. Ég held ég væri bara svona ítunum. Já. Það er bara hræðilega óþægilegu leikur í tímaræki líka, sko. Já, það er eitthvað, ég átti eitthvað 2 mínútur eftir, þá Björn eitthvað fitla við vörin á sig. Það var mjög truflandi. Já, ég gæti ekki að hugsa mér. Varst þú að beita sálfræði hernaði? Nei, sko, í þeirri stöðu þegar Stebbi leikur held í drottning D4 þá var ég að spá ég að leika hratt og bjóða jafntefli, sko. En Stebbi og setja sálfræðilega... Nei, við erum búin að brenna skipinu og við deyjum ótum. Það er ekki komið jafntefli hérna. Nei, en þú veist, ég veit alveg að þú fyrir að fara að hugsa og svo hefur ekki viljað að þú vissi að þú væri munni, sko. En ég hugsa að þú myndir aldrei fyrirgefa mér að ég myndi, sko, fokka svona í hausnum á honum, sko. Þannig að ég fór bara í vörina. Það er skemmtilega bara þetta, bræðar bylta, menn skilir sáttir að leikslökum. Kjötsúpa, rækting og sund. Já, það eru takk fyrir, gangi vel. Já, við skulum renna kannski bara yfir skákina frá byrjun. Já, fengum hérna E4, E5. Það má kannski nefna það að Stefán og Björn hafa, já, það er að óta að segja að þeir hafa eldað grátt silfur saman í gegnum tíðina. Þeir eru gamli vinnir, telt ófáðaskáki saman og það er svona undirliggjandi sálfræði stríð á milli þeirra tveggja í ýmsum skilabóðasendingum og það var hiti í mönnum fyrir skákinni, ég kann setja. En Stefán var búinn að undirbúa afbrigði í byrjuninni sem var sem sagt D4, Edrubi D4 og biskup C4, skorska bræði. Já, skorska gjambuturinn, það er skorska bræði. Og Björn leik hérna rittar F6 sem ég held að Stefán hafði átt von á. 1-5. Já, hann átti von á því. Hann sýndi mér svona aðeins hvað hann ætlaði að gera. Ég er tilbúin í slæginu og þetta er mín hugmynd. Það var þessi byrjun. D5 og eftir biskup B5 þá leikur Björn hérna rittar D7. Sem hann hefur vist alltaf leikið á netinu og Stefán vissi það. Stefán rókar hérna stutt og Björn leikur hérna biskup C5 og hér á hvítur skemmtilega möguleika og það er kannski ágætt að sína áhverjandum hvað getur gert því. Það er að drepa á C6 hérna og eftir B-dreppi C6 að leika hérna biskup G5 og hóta á svörtum drottningunni og það er vafasamt fyrir svartan að leika F6 því eftir drápa F6 þá opnast elínan og svarti kongurinn er í klípu þannig að svartur yfir þá vantilega að leika biskup E7. Þetta er það sem hann vildi fá upp og drepa D4 og upp kemur svona nokkuð þinga aðbreyði sem er gott að hvita. Kannski óþur að fara og djúpt í það en hann ætlaði í þetta og þetta stendur vel fyrir hvítan. En það sem gerist þetta er rauninni Stefán er kannski fljótar á sér og spilar þessu trompi út einu leik og snemma. Já, kannski aðeins að fljótar á sér. Og það gefur svolítið möguleika að hörfa með rittarinn hérna fyrir og forðast það sem að Stefán vildi fara út í. Enga síður er staðan samt áhugaverð. B4, kraftmikill leikur og biskupinn hörfar og Stefán dreipur hérna á D4. Og það sem er dálítið merkilegt er að eftir uppskiptinu á D7 leikur hérna Stefán A4. Já. Sem að bæði svona pressar aðeins á biskupinn og opna möguleika fyrir hérna hrók sem við sjáum síðar. Já, sjáum við síðar. Biskup dreipur D4, drottning dreipur D4 og riddari C6 og drottning B2. Það var hér sem að Björn var að tala um að hann finnst að vera að koma með betra tafl. Drottningin illa stafst á B2. Þetta skrítinn á B2, ég er sammála því. Einmitt, en hann talar um ónákvæmleiki og sérstaklega þessi leikur hérna drottning G4 var svona upphafið kannski röngu plani. Nú kom Stefán með hennar hrókur A3 og þessi hrókur gæti verið á leiðinni hérna yfir að koma saman. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Hann svona Stefán er oft frumlegur í svona hugsun og hérna finnst mér að vera að skila sér. Hrókurinn, þetta er óveruleg til að seifla hrókur svona yfir í sóknuna. Biskup finnur 5 og hér sjálfur sálega möguleika leikar hrókur G3 strax en Stefán leikur riddari C3 og hér eiginlega leikur Björn af sér og þetta er svona upphafið að mjög áhugaverðum flækjum algjörlega á þróunarstöðuna. Sko riddari dreipur D5 virðist vinna frítt P en Björn leikir þetta biskup E4 hóta hérna riddaranum og máta G2. Já, töfratótuna og hér er ekki möguleika leika hrókur G3 af því þá kemur riddari E2 sko. Og þetta lítur ógnandi út en Stefán hörfa með riddaran sinn riddari E3 verka riddaranum, valda mátið. Já, og hér er svona þvinguð leikjur riddari E2 skák, kongur F2 drottningi þarf að hörfa, valda riddaran
Þá kemur þetta áhugaleikur hjá Stefáni H4. Já, þetta eiginlega svona akkurat svona þessi leikir. Ég sagði það í viðtalinu að Stefán hefði verið að finna svona eiginlega bestu leikinu og hérna var hann tefla virkilega vel. Þetta er allt bestu leikinu í tölvunni, H4, hótt og G4, vinna riddar á nettu og hérna er Björn í smá vandræði. Hann leikur hérna H6 og kemur G4 og drottning G6 og nú er þessi riddari í uppnámi. Björn tekur á G5 í staðinn og Stefán leikur hérna finnur 5. Já, það var átt sem hátaröfið G5 kom til greina, en ég held að F5 hafi verið bestu leikurinn, þannig að Björn, ásækki Stefán er að tefla þetta virkilega vel. Og hérna fannst Stefán einmitt, hann tala að hann fannst þess að hann var svolítið að ídónum aftar drottning H6 og drottning D4 hóta biskupnum sem að hörvar. Og hér kemur B5, hugsanlega átti Stefán að halda teflinu aðeins loku á kóngsögnum, loka fyrir möguleika Björns, leikur B5 og gefur kostar hóku D8. Og það er hér sem að Björn kemst inn í skákin eftir hann að leik hérna drottning C5. Hann er þessari glemnu hérna biskup D5, svona línurof á peðið og hugmyndir það. Já, riddaradrifið þá kemur hrókut upp E5 og tablu opnast svörtu með hag, tekur D5 með tempói og já, svona litnar yfir öllu. Stefán hefði líklega haldið betra tablu en hefði hörfum með drottning með hann á C3 og haldið valdi á E5 peðinu. Já, það er svona bara mista biskup D5, eins og við ekki. Já. Eftir þetta þá missir Stefán eiginlega bara þráðinn og hann talaði það að hann hefði bara verið alveg búinn hérna. Hann tæpar á tíma og Björn náttúrulega lifir fyrir svona stöður þar sem að allt morandi í taktík og fjöri og hérna leikur Stefán á sem er hrókur F2 og hér er Björn bara einfallega að koma með of mikið frumkvæði. Já, nú er allt í einu með að leit út fyrir að kallarnir væri bara að fara út á borðinu, hérna allt í einu allir svörtu mennir og lagt yfir. Þetta er orðið erfitt. Hvíti kóngurinn er í skollinu hróksins og skákin, já hún endaði bara hún var ekki mikið lengri. Nei, drottning E2 og drottning B4 skák og það er alltaf svo hverju fellur. Þannig að óbyrlegt fyrir Stefán að fá ekki meira út af þessar skákvættur en þetta gerist. Já, ég held að við ljúkum sem sagt í umferðinum þessa aðra umferð fyrir umferðina en því að lítið eldsnögt hérna á skák á neðribólunum en það var já, svona lítið frétta hjá heimamanni. Já, það er hérna sett okkar kannski meira frá honum. Hann Björn Þormóður Björnsson. Það er sem sagt heimamaður og gaman að fá þá inn í móti. Það er nokkri heimamenn hérna bæði frá Blönduósi og bara svæðin í kring, nær sveitum. Og Björn Þormóður, hann teldi nú á landsmóti hérna áður fyrr. Hann er keppandi Jón Ragnarsson sem benti verið það í dag að Björn Þormóður hefur verið með honum á landsmóti hérna áður fyrr. Og hann er að rifja upp gamla takt á þessu móti. Hann var að tefla á móti bandaríkjamanninu Lester van Meter í dag. Já, sem er fítumestari, komið til ára sinna en þetta er skákmaður sem ekki má vanmeta og fítumestari kann það tefla, við vitum það. Já, við vitum, Lester hefur náð góðum úrslitum á móti stormusturum í gegnum tíma. Já, bara ekki fyrir ára slöngu, þannig að það er góðum úrslitum á móti öðrum titilhöfum. En hérna var hann að leika sem er biskup F8 og Björn refsaði þessu. Já, skemmtileg fletta. Við sjáum að svarti kóngurinn illa staðsettur og þetta er svona þema kannski sem að sterkir skákmenn kveikja á að þegar drottning og kóngur standa svona þá er þetta möguleiki. Þessi riddari er auðvitað valdaður. Já. Það er til lausn á því. Já, það er bara einfaldlega að drepa mannin sem valdar riddin. Eftir drottning D5 og setur D5 þá kemur riddaragarfall á F6 og eftir riddari D7 og sjáum að hvítur hefur 2 riddara fyrir hrók og peð þar auki og fyrir utan það þetta hvítu mennir standa með betur en svörtu mennir þegar allar upp á setjum. Þannig að og hann náði að vinna mjög þessu en svona stendur til vinnings og vann þessi skák nokkuð auðvitað. Já, ég meina 3 peð bara of hættulegt. Þannig að glæsilegur sigur hjá Birni. Þannig að látum við yfirferðum aðra umferð lokna og kíkjum núna á þriðju umferðina. Já, eins og áður sagði það voru 2 umferðir í dag og við ætlum að kíkja núna á seinni umferðina og þar mætti Vignir vinni sínum Hilmi Frey heimi sinni og við skulum sjá hvað Vignir hafa að segja það veru. Vignir Vatnar, þú varst að klára hérna mikilvæga skák í þriðju umferð eftir hérna félaga þínum, góðum félaga og félagin alliðinu Hilmi Frey. Hvað getur sagt okkur um skákina? Já, ég held að það hafi mikil áhrif á hvað ég og Hilmir erum góði vinir af því að hann klárlega var svona þekki mig ansi vel og vissi kannski að það var góð ástæða okkur ég var að tefla þessa línu, hann svona í staðinn fyrir að fara út í þessa línu, Berlínlínu með riddari B4 þá leika hann að biskup C5 sem er að ég held allavega ekki góður leikur og
eftir það þá svona fórnaði peði fyrir í rauninni eiginlega enga bætur og svona hægt og rólega svona fóru bara peðin að malla áfram, þannig að þetta var þægilegur sigur, en já, eins og við segja, það er mikið að gera hvað við erum í rauninni góði vinir. Þetta var eiginlega svona sjálfræði, og þið þekki hvern annan vel, þetta var eiginlega orðið svona hálfgerður póker. Ég tók eftir því að þið eyddið svona óvenju miklu tíma strax eiginlega í fjórðuleik út af því, það ekki? Já, heldur betur að þetta var rosa mikil sálfræði þarna, eitthvað, hann að reyna svona skynja hvað ég væri að bralla og hvað ég væri með og eitthvað svona, en hann svona, ef ekki segja bara notið pókerinn að hann hafi fóldað þarna og leiki Biskup C5 í staðinn fyrir að taka slæginn, vissi ekki hvort ég var með 2 ása eða eitthvað annað. Já, góð samlingík. Þannig að já, 3-3 eftir 2 allan dag sem alltaf svona krefjandi, þannig að þú horfir björtu augum fram á næstu umferðir, ekki sett? Sjálfsög, gerir það alltaf. Gott mál, takk fyrir. Já, Vigni brettur þarna og hann vann þessi skák, við skulum svona, já, líta yfir gangmála. Já, eins og Vigni benti á þá fengur þess að upp byrjun sem að þeir hafa báðir skoða mikið. Já, ég veit að ég hef alltaf verið með þeim í síðustu landslíksferð og þeir tefla báðir og hafa stúdera Berlinvörd sem að er þessi leikur hennar Ritter F6 sem að Krannik eiginlega svona koma kortir þegar hann laði Kasparov aldamótin. Já, það er rétt. Það er hérna. Já, ber ábyrgð á þessu Berlínarmúr sem margir hafa blóta, traust byrjun sem að svona eiginlega margir treyst á og vitlátt vera þannig að verða svolítið mörg jafntefli á eftir því skákverðnar. Já, algjörlega. En hvítur er nú farin að finna svona hugmyndir hér og þar. Og það sem gerist í þessari skák er að eftir stuttarhrókun hjá Vigni, það er náttúrulega aðleikurinn bara að drepa hann E4. Já, það er rétt. Sem að Hilmir, ef hann hefði verið að tefla einhvern annan, þá hefði hann bara drepað E4. Já, og hvítur auðvitað nokkra möguleika, hrókur er svona, bara frekar jöfnstað en D4 að leikurinn. Já. Og Vignir hefur væntanlega verið með eitthvað tilbúið fyrir þessa skák til að klekkja félaga sínum. Já, þannig að hann ákvað að breyta til hérna og lék Biskup C5, svona fór út af sporinu, eins og Vigni sagði, og lék þessu. Tók svolítið tími í það. Einmitt. Og Vignir tók sér góðan tíma á móti, meta stöðuna, taldi þennan leik ekki góðan. Já. Og lék, svona krítiska leiknum í stöðunni. Og þetta var kannski svolítið þannig að Hilmir var svolítið svona ákveða hvort hann tæki slæginn, að meðan að Vigni var svona að hugsa, þetta er ekki rétt hvernig ég refsa þessu og hvernig held ég áfram. Þannig að það reytti miklu tíma henni í byrjunni, svona meðurvennilega, því að þetta er allt saman mjög þekkt. Og eftir þetta breyfum, hvað er þetta að segja hér? Þetta er bara frekar óræðstaða og lítt þekkt, þó að séu náttúrulega einhverja skákir í þessu. Já, algengast að drepa á F5, jafnvel að drepa á F4, ekki? Jú, menn hafa verið að drepa á F5, en það er samt kannski áhugaverður leikur að drepa á F4, eins og talvöldna benda á. Og þetta er kannski eitthvað fyrir fólk að skoða svona bara upp á framtíðina. En Hilmi valdi allt annan leik sem er nú örugglega enn síðri og þar hróka. Já. Og teflirinn bara peð undir. Vigni tók að sé sem Biskup og leikur D3. Já. Og við sjáum að svartar peði undir. Já. Vissulega með Biskup-parið, en hvítur með tröfsa stöðu. Og það sem ég finnst vant á svörtum, skoðum kannski bara aðeins fram á til, hún vantar svolítið svona peð til að geta opna stöðuna. Já, það er vandinn. Svartur hefur Biskup-parið fyrir peðið í rauninni og það er alveg þekkt í mörgum stöðum að fá bætur út á Biskup-parið, en þá þyrfti staðinurinn að vera miklu opna. Já. Hérna til dæmis býður Vignir upp á skeitt upp á parinu sem er ekki boðið, það sem átt peð undir, þannig að hann hörfar. Og Vignir bara kemur mönnum út. Það er engin sérstaklega veikleiki á hvítum, engar opna línur. Og skákinn í varðin sem bara frekar auðvund fyrir Vigni. Hann er með D4. Og við tölum þessi peð, ef hún er ekki líka C5 eða F5, þá hefur engin peð svona til að henda í stöðuna til að opna hann. Þannig að það sem gerir sem þetta er að Vignir bara tekur áfram slagnar, er meira rými, leikur E5. Já, og hér er hann bara að vinna meira lið, sko. Já, eftir að byrja F5 á Biskup G5 og það kemur á daginn að þú getur ekki borið fyrir þessu skáli, það getur byrja F5. Það er svona eiginlega, ég bara gekk enga veginn upp hjá Hilmi í dag og Vigni með svona, ég bara tildur að einfalda leiki, en eftir
hrókur E3 og drottning B3, það var að skipta með niður og ef það fer ekki í kaupin þá kemur Ridder F7 og tapar meira lið og það fer í kaupin þá ertu með kóldtap og endtap, þannig að Hilmir bara laði niður vopn. Já. Bara virkilega góð sigur hjá Vigni sem samfærandi sigur í þokkalasta formi. Einmitt. Annars sem við erum bara í fínu formi er Alexander Dómaldsson Jónasson sem hefur kvitt hérna. Já. Hálfu íslenskur, hálfu ukrainskur. Einmitt. Pappans íslenskur. Týringur og mjög efnilegur sem búin að vera svona að feta svona atvinnumanna fótsporin síðustu misserin. Búin að vera virkilega duglegur að tefla og ég get sagt það sem formaður teflinsins að við erum að styrkja hann okkar vonastjarna duglegur að tefla og ég vona því að hann komst núna bara jafnvel í íslenska landsliðin á næsta mót, svona stefnir í það. Hann var teflið Svíþjóð eins og Hilmir en þannig að þeir eru svona ágætis, hvað við segja, leikformi svo við slettum. Einmitt. Og hér er hann að mæta moldóska stórmeistarnum Ívan Sitsko. Já. Það eru með tefli og segðu okkur aðeins frá sendtafli, hvað er að gerast? Sko það sem að mér veist aðtækksvært er auðvitað hvítur með biskup og svartur með riddara og við þekkjum það að biskupar njóta sem vel á opnuborði og kannski sérstaklega það sem að peða á báðmængjum. Vandi svarts er að riddarinn er út á kanti og ef við rifum upp þessi fleygu orð riddar út á kanti líkist fanti það eiga vel við hér. Riddarinn nýtur sín illa enga síður er samt tölvöld hald í svörtustöðinni og hér hefði Ívan þurft að finna leikaborðið D5 og virka sem kóngin sem ég framhaldi. Já, kannski tjóðlega sá D5 til að virka kóngin og ef hvítur tekur peðið þá móti losna líka reytu fyrir riddara sem stóð illa. Nákvæmlega. Þá ætti svartur vissulega bara jafnteflismöguleika. Já. En þessi stað líka hverju? Hann leikur einhvern leik sem er mjög aðeins. Hann leikur A6 sem skilur bara B6 eftir dálítið veikt og Alexander nýtti tækifæri og leikur B5 skorða veikleikan og eftir A5 svörtum sem eiginlega bæti gráan og svart þá er svartur komið svona eins og við slettum á ensku principle of two weaknesses það er tveir veikleikar í stöðinni það er þessi og eiginlega kannski má segja leið kóngsins hérinn eða eitthvað hérinn og slæmstaðar má tella sem eitt veikleika þannig að hvítur með tæknilega unni tafl og Alexander teldi þetta eiginlega bara óaðfengilega. Já, maður kannski bætaði við að hérna hlýtur að vera skála til þess að drepa hér þegar þá er þetta að þetta er A5 það er miklu lengri leið að sækja þessu peði þetta er en B5 peði, myndi ég telja svona í fljótubræði. En já, sjáum bara framaldi kongur D3 Já, Ívan leikurinn er drefsast tilbaka hvíti kongurinn kemur Já, svona hótar að fara á D5, svona fara inn á hann. Hann er tilbúin að fara hér en ég menna rittarinn valda rittin þannig að Alexander hótar rittarinn sem verður að hörfa hvítur eigur ímisitt smátt og smátt kemur kongin þetta er rauninni bara mjög lært sig skákjáðanum og smekklega gert. Mér finnst þetta bara líta út eins og svona einhver svona mótelskák hjá Bobby Fischer með góða biskup á móti einhverjum svona minnaskriðuðu spámur ég reyndar, við höldum þetta haga Fischer var nú ekkert að vinna einhverja minni spám en það var bara sterka soviska stórmeistara sko, þannig að mér finnst þetta líta bara þannig út þetta er virkilega stílhætt. Já, mjög lært sig skák og eftir kongur DS þá gafst Ívan upp og Alexander er í hópi 4 keppanda með 3 vinninga eftir og... Þriði keppandi með 3 við nefndu áðan Hannes hefur telt hérna bara 15 krafti í dag og við viljum kannski fara hratt yfir þessu skák og við sýnum hvernig á móti sigurbunni þar sem að Hannes hefur svart það er allt þekkt þetta er hérna svo kallega two nights fræðleifir og Sigurbjörn fyrir aðeins sjálfgjara aðberið það ekki með drottning F3 Jú, drottning F3 og Hannes virtist vera vel með á nótunum líka en það hrókur B8 og þetta hefur allt sést áður og spurningin er sko það er kannski erfitt að benda eitthvað stað sem Sigurbjörn fer út á spórinu en ef eitthvað þá er það 13. leikurinn innan riddari C3 sem að gefur sko sem gefur Hannes í kost á að leika mjög kraftmiklum leik og ég fyrir þessum skákinni ég var ekkert endilega vissum að Hannes myndi leika þessu en hann lék hérna F5 og fórnar eiginlega öðru peði til viðbútar og fær alveg svakalegar bætur í formi biskupaparsins og þessa hvítur er ekki alveg búin að ljúka liðskipunni. Já, flokkur B4 aðtöksur af því að hann er væntanlega að taka hennar C4 þetta drottningum til að leika biskup B7 og bara er eftir hvítur að finna reytur drottninguna ég hótt hann ekki vinna hann bara.
Ég meina biskup B7 hótun og drottningin í vandræðum og Sigurbjörn, hann verður að gera eitthvað í drottninguna, hann leikir drottning D5 skák, kongur H7 og B3. Ef að hvítur fengi smá tíma, hann myndi leika biskup B2 og Róla. En hann sé bara undan, hann leikur biskup B7, tekur á G2, vinnur peð tilbaka og leikur síðan hrókur G4 sem skemmtileg hugmynd. Þetta skemmtilegt þegar það hrókur B4, G4, þetta svolítið óvenjulegt. Já, og Sigurbjörn næri einhvern veginn aldrei almennilega að klára liðskipurina, drottning G3, E4 og nú orðið bara skyndilega jafnt. Já, nú jafnt að lið og þá hvítur eftir að liðskipan, svartur hefur biskupparið. Já, og festi kónginn þar á ekki. Það mætti eiginlega segja að þetta er bara unnið tap, sko. Og eftir drottning H2 þá hvítur bara að tapa mjög miklu liði ef hann leikur ekki kongur F1 og þá kom þetta hrókur G6 og hérna reyndir átti Hannes kostaði að klára smekklega nátt. Það er svona mjög fín skák hjá Hannesi, einhvern sem við setjum út á að hann fann máti í svona 9 leikjum en hérna átti að máti í 3. Einmitt, áhörðu getur kannski stoppað upptökuna og velti fyrir sér hvernig svartur getur mátaði 3. Þingamát. En drottning dröpi G1, kong dröpi G1, biskup E2 skák, fráskák og kongur verður að fara í hotni og þá getur biskupin farið á. Það er tilbaka, það er mát. Hannes léks að biskup H5 og eftir kongur E1 þá líka biskup F4 sem að loka kongin algjörlega inni og það er mátalegin hérna á eftir. Sigur gastu. Já, þetta var mjög samfærandi sigur í Hannesi og ég veist sko þessi skák kannski vera ákveð merkjum það að svona kraftur í takmskunni hann. Já, bara báðaskákinu í dag, hann telti líka krafturna lengur og ég bara ég var nú bara hrættu við hann, ég fengi hann morgun, satt að segja. Já, kannski klárum þessa yfirferð með því að kíkja á 4. mannin sem er fullt hús og það er Bárður Örn Birkisson eftir, hvað skal segja? Hvað skal segja? Sviftingasama skákamóti Birnu Þorfinsinni, segja það bara. Hér er mjög óræð staða, svartur er búin að svona slengja peðinu fram, G-peð fór að G3, það kom tvípi á hvítum og biskupin stendur svolítið furðulega hérna. Já, það var að segja það. Og hann leik D3 og svona er að opna línur fyrir biskupin. En hérna gaf nú Björn líklega bara leiki drottninga A4 skákar ekki. Jú. Og svo bara valda þetta mátina. Og er manni yfir. Er manni yfir. Þarf, fyrir ólega bætur. Vissilega að standa fyrir einhverja sókn og eitthvað frumkvæði. En það sem gerðist var ekkert endilega slæmt. Hann tóku C4 og fyrir þessu stöðu þar sem að hann á að standa betur. Já, hann er peðið yfir svartur með eitthvað spil en með nákvæmari tapninsku ætti hvítur að vera með vænlega stöðu. Hér til dæmis riddar F3 hefði gefið hvítum mjög vænlega stöðu. Kom mönnur mót þessi staða lendi Björn í því að gefa mótspil, hann drapa C2 og þetta er B5 þá aftur þarf hann ekki taka slægin, hörfaði og gaf séns á mótspil eftir hróktu bratt. Já, ég held að hann hefði bara einfallega vanmetið spilið sem að svartur fekk. Riddar F3, svartur er virkur, mennir er virkir og hvítum mennir svolítið svona, ná ekki vinna nógu vel saman. Þetta er góðið, hann tekur á D3, biskup F1 skák, Bárður tekur þetta nú að krafti, við gefum það. Já, og hérna vinnur hann peð tilbaka og þá er skyndilega orðið jafnt í liðum og ég veit það ekki, staðan er jöfn tæknilega séð en jafnt á liði en mjög furðulegt hvernig peðið standa og annað. Kannski færa svolítið svona, frættir sögu hérna, skákar hérna. Já, hér er eiginlega líkil mistökin. Já, þetta áverið lægi, en hérna koma svona mistökin eins og segir. Já, kongur F5 hefur líklega haldið jafnvægi í stöðunni. Já, kongur hér. Þó að staðan sé þá mjög furðuleg staða. Tölvunar segja jafnvægi. Eftir þennan segja tölvunar að Bárður sé að snúa þessu. Já, og vandi hvítsirinn sá að þríblaðbílurinn ásamt biskupnum á C3 er bara einfalda og hættulegt. Hvítur er ekki komið með frelsingja. Jú, vissulega hér en kongurinn er vel staðsundur. Þannig að það sem gerðist er að hann einfalda réð ekki við þetta B-peð. Ég held að Bárður hafi telt þetta nánast óaðfinnilega hér eftir. Kongurinn verður að koma, það er stopp peðið, þá kemur svarti kongurinn inn. Og nú hóttar bara B2, B1 og því er bara lítið að gera. Smekklegur leikur þess að stöðu biskup F6. Skemmtilegt. Já, hótar H4 peðinu. Þessi má ekkert fara því hann þarf að geta stoppa peðið. Hótar peðinu. Þetta er G4, B2, D2, tók að peða H4 og hvítur endar í leik þar eitthvað fljótlega sem að gera hér. Og biskup síðustu leikunum í skákinni.
það er leikþröng, við hóttum að drepa Last Dorming. Þannig að fýtt sigur hjá Bárði Herni og já, þessi fjóra hafa fjóra vinninga, en ég held við getum ekki alveg sagt skilið við þessa umferð á þess að minnast á fína taflmennsku hjá stelpunum í kvennalandsliðinu. Já, rótt að segja það, sko, Guðrún hún er brím, hún er taplaus í mótinu og er kannski bara svegt. Hún er svegt með það, hún er búin að tefla mjög sterkar skákun, Guðmund Kjartansson þar á meðal. Hún gerir jafntefli í dag við fítimestara Símon Þórðarsson með Svörtumörunum, átti mjög vænlega stöð, vinningsstöð á tímabili, náði ekki alveg að nýta sér það, en það er samt óhætt að segja það að taflmennskan er bara virkilega góð og ég hvet fólk til að fylgjast með Guðrúnu í mótinu. Önnur landskona sem vakti athygli í þessar umferð var nýkjörinn forseti reyndar Jóhanna Björg Jóhannsdóttir sem að teldi frábæra skák á móti Gerganu búlgarskri landskonu sem nefndum á. Já. Og Jóhanna með vinningsstöðu misti af nákvæmustu leiðinni skákinn enda með jafntefli, þannig að Guðrún og Jóhanna eru báðar svekta með jafntefli móti sterkum fítimesturum í dag og það verður gaman að fylgjast með því hvað þær gera á mótinu í framhaldinu. Já, við svona kannski lokin bara renna eldsnögt yfir stöðuna. Já, gerum það. Og eins og við nefndum þá eru 4 skákmenn með þrávinninga. Það eru allt Íslendingar. Það er Vigni Vatnar Stefánsson, Hannes Hlífar Stefánsson, Alexander Dómatsson Jónasson og Bálfur Örn Birkisson. Guðmund Kjartansson hefur 2,5 vinning og svo er fjöldi skákmanna með 2 vinninga. Þar á meðal Ívan Sokolov sem ég veit að er algjörlega rusli. Hann ætlaði að vinna helst alla skákina sem hann teldi. Já. En gerir jafntefli Braga Þorfinnsson í 3. umferð. Fín úrslitu Braga með Svörtu á móti frábæra stórmeistara. Já. Þannig að hann þarf virkilega að herða sig. Heldur betur. Og á morgun það er 4. umferð. Og þar mætast þessi 4, það er ekki flóknara en það. Bálfur Örn Birkisson hefur hvítt á Vigni Vatnar Stefánsson og Hannes Hlífar hefur hvítt á Alexander Dómatsson Jónasson. Og erfiskák fyrir Guðmund Kjartansson sem var svart á Ívan Sokolov sem slettum með blóð på tannin og tekur ekki mál neitt annað en að ná í sigur. Hann verður að láta finna fyrir sér á morgun. Það er ekki þannig. Þannig að við segjum þetta eftir langan og erfiðan dag og sjáumst á morgun. Bestu kveðar frá Blönduósi.